Komið sæl og velkomin í þáttinn Nágrannar á norðurslóðum sem við hér á N4 gerum í samstarfi við grænlenska sjónvarpið KNR og sýnum á sunnudagskvöldum. Við heilsum ykkur að þessu sinni héðan frá Akureyri. Í þætti dagsins hittum við meðal annars listafólk frá Evrópu sem í Nuuk að kynna sér og læra gamlar aðferðir Inúíta við fatagerð, kajakasmíði og keramík. Til dæmis hvernig selagarnir voru notaðir í vatnsheldan hluta fatnaðarins hér áður fyrr. Við kynnum okkur hvernig verið að merkja hvali með nýrri aðferð þar sem belti smeygt stikluna framan við sporðinn og fylgjum frumkvöðlunum Eyjafjörð í leita góðu og rólegu dýri því þessi aðferð krefst þess að komist sé í mikið návígi við hvalinn. Við skoðum gamla rústir norrænna byggða á Suður-Grænlandi sem á heimsminjaskrá UNESCO, en þar takast á sjónarmið ferðamennskunnar sem vill opna aðgang ferðamanna að staðnum og þeirra sem vilja fara varlegar í sakirnar. Við byrjum þáttinn hins vegar á Dalvík og kynnum okkur endurnýjun íslenska skipaflotans. Endurnýjun íslenska skipaflotans stendur nú yfir, en flotinn var komin nokkuð til ára sinna og flestir sammála að endurnýjun hafi verið orðin löngu tímabær. Á Norðurlandi eru 5 nýir togarar komnir eða á leiðinni og eru 4 þeirra smíðaðir í skipasmíðastöð í Tyrklandi. Skipin eru með nokkuð nýstárlegan skrokk þar sem stefnið er nokkuð ólíkt í laginu meðan við það sem áður hefur verið, en það á að tryggja meiri stöðugleika og auka hagkvæma orkunýtingu. Í hverri heimahöfn er nýju skipi fagnað, enda oftar en ekki mikill viðburður, þá ekki síst í byggðarlögum sem byggja afkomu sína á stórum hluta á sjávarútvegi. Dalvíkurbyggð er dæmi slíkt byggðarlag, en þar búa 1800 manns. Bæjarstjóri Dalvíkurbyggðar segir komu skipsins skipta miklu máli. Fyrir byggðarlagið náttúrulega skiptir þetta gríðarlega miklu máli. Hérna er að koma nýtt skip í flota Dalvíkinga. Hérna sér maður gleðitár falla þegar við vorum að horfa á skipi sigla hérna inn í höfnina. Margir klökkir, fólk klappaði, hló. Þannig að þetta er mikla tilfinningar sem að fylgja því þegar kemur svona nýtt skip inn í höfnina hérna á Dalvík. Og verður áreiðanlega mikil lyftistöng fyrir allt atvinnulíf hérna í byggðarlaginu. Kristján Salmansson er skipstjóri þessa nýja togara. Hann sigldi skipinu frá Tyrklandi til Íslands og við hittum hann þegar hann lagði að bryggju í sinni heimahöfn í fyrsta sinn. Þú varst að sigla skipinu frá Tyrklandi. Lýstu kannski aðeins þessari ferð? Hvernig lét skipið að stjórn? Skipið lét ákaflega vel að stjórn. Þetta að fengum að vísu blíðu veður, nánast alla leið. Við erum utan kannski 12 tíma norðvestur á Skotlandi þar sem við fengum smá brælu og reyndist það bara ákaflega vel skipið. Hvað breyting er þetta fyrir þitt starf? Hún er bara gríðarleg. Bara alla vegu. Það vekur náttúrulega sérstaka athygli þetta stefni á skipunum eins og þessum 4 systurskipum sem eru að koma hingað til lands. Verið að tala mögulega að það sýni minni mótstöð og noti þar að leiðandi minni olíu. Er eitthvað munur að stýra skipi með svona stefni? Nei, sjálfur sér ekki munur að stýra skipinu en skipið fer í rauninni miklu betur með á móti sjó og það heggur minna í ölduna og lyftist, fer svona hálfpartinn í gegnum ölduna meira. Þannig að þú ert ekki að vinna upp orku eða keyra skipið upp aftur eftir að stoppa í öldunum. Sambærilegt skip, Kaldbakur EA1, lagðist að bryggja á Akureyri, en þar búa 18.000 manns. Vélbúnaðurinn er að þeirri nýjustu tækni og bestu sem við vitum og við erum með stóra skrúa þessu skipi sem býr þá til, gerir minni olíueyðslu. Síðan er þá aðbúnaður áhafnar svona öllu betri heldur en var. Það eru stærri og rúmbetri klefar og aðstæða fyrir hreyfiiðkun og þess háttar. Í innviði þeirra skipa sem smíðu voru í Tyrklandi er oftar en ekki að ræða nýtt íslenskt hugvit. Við höfum valið það eins og svo oft áður að nýta hins mikinn íslenskan búnað í þau skip, hvort sem við nýsmíðar eða breytingar sem við getum.
og þá eftir að setja fiskvinnslubúnaðinn svo kvöldlega á borð og hann verður allir smíðar hér. Þannig að það er okkar val að eyða nokkrum mánuðum í það að smíða hann og koma honum borð. Þannig að það er svona töluvert verkefni eftir en það mun örugglega ganga vel. Qallunaatiat qaortukulummiisimanaqat pillugu suli takustissarpassuaqarpoq. Qallunaatiat oqaliffikuat una iserfigisarput valsi kiakkeruin ukioq 13 missaani sananaqarsumassoq naatersuutigineqarpoq. Oqaluffik 15 meterit missaanik takissuseqarpoq meterit arfineqmarluk silisisoqarluni meteritlu tallimat portussuseqarluni. Qallunaatiat aamtaamikut ataatimitarfeqarsimagamik tassa oqaluffiup kitaatunganguani una inersuaq tassagooq taamanikkut qallunaatiat ataatimitarfiat аллаттуккани аллассимаоқ инерсуақ атаатимитарфик сооққаллунаатиат куятаанит қимагуссиманерат сули маннатикиллугу нассуяатисақартинеқангилақ исланимиут аллагаатитоқаат наапертарлугит оқалуффимми тассани укиоқ 14 орта ситсимпаап саастани катиттоқарсимасоқ аллаасеринеқарпоқ тааманиккут катиттут укиоқ 14 тими исланимут утерсимасут исланимиут оқалуффик уна пиллугу аллаасерисаани кингулларсараат qaortukulumit igarikkumut qallunaatiaat igarikkumiput qallunaatiaat noogip avannaaneersut ukiorni 100-ukkut 1400-ukkullu akornanni piskopпақарфигисимасаат иллукут нерсутаассивиит аллаллу qaortukulooq assiginagu igarikumassakkut inoqarfiuoq igarikkumiut savaatiqarnermik inuussissarsiutiqarnerusut massakkut 30 missaaniipput tas uagittun kinginerlussangip ayingiraa eqqarsaatusaqqaataraak tastupannarissimaaratарникуа имаат тусартаак ила таамат писеқараангат аннертим эққисситсисеқартарт такорнерианиллу суллисиертоқ исумаллуарнеруоқ нериуппун паариллуарнеқассис таваам тоорсим тисси илорсааллуарнеқассаанис тааннериутиу саваатил эққарсаатигиан таак саваатил нунам аллангортитерисигами тас инуустиссарт сиитерт оқилисарниарлуу нуналерин саммисигамик имал аққусарниартисернери ила нуналеринериллу таак нунам эққиссисиматитсинерт исиккилиингиннами нериуппун илооқитаангаатиассас мааннунеқарфит тус иникиллаартиуннерт maanik таа нериутиалорпап иннинеққинниссаа игарикули инуттусиартоққилиссаппат таманна саваатилиннут кингунерлуссангитсоқ саваатиллип нериутигисааса аннерсараат нериуппун има аннертитигисим кингинеқассангитсер ила ингерлаатигу аллангортиннеқан гаасангитсер Hópur sérfræðinga vinnur nú að því að koma fyrir staðsetningarbúnaði á hnúfubökum í Eyjafirði. Staðsetningarbúnaðurinn er tæknileg nýjung á heimsvísu og hefur þróun hans staðið yfir í áraraðir. Honum er ætlað að senda upplýsingar í gervihnött þannig að hægt verði að fylgjast nákvæmlega með ferðum hvalana. Hægt verður að nýta upplýsingarnar með fjölbreyttum hætti, svo sem á sviði umhverfismála og tölvuleikja, en 4 fylgist með þessu forvitnilega máli og Marja Björk Ingvadóttir talaði við Magnús Jónatansson. Gamla aðferðafræðin hefur verið svo að það menn vaða að hvalnum eða fara upp að hvalnum og reki hann eins konar spjóti. Það sem situr eftir lítill pinni sem á að mæla staðsetningunans. Hann fer inn í hvalinn, þetta er bara eins og þú sért að stinga þeim í hníf, situr þar eftir og gefur upplýsingarnar, en hvalurinn losar sig við alveg svo við losum okkur við flís. Þannig að þetta grær út og þar alveg er þetta aldrei nema einhverjar örfáa vikur eða svo. Það sem við erum að tala er sársaukalaust. Þannig að þetta er eins konar armband sem við gefum honum stilkuna fyrir framan sporblöskuna. Og þetta er sá staður sem að ef þú hugsar bara úrlegin og þér, hann hefur ekkert mikið breyst síðan hann var 14 ára sem dæmi. Þannig að þetta er svona eitthvað sem fittar á þá alla, getum við sagt meira og minna. Og við höfum sem sagt starróti eða stjörnuhóti í Garðabæ
fyrirtæki sem ekkert mjög margir Íslendingar vita, en þeir eru mjög þekktir erlendis. Þeir eru búin að starfa yfir 20 ár og þarna eru bæði vísindamenn og ýmsir aðrir fræðingar og Staroddi hefur sennilega merkt fleiri dýr á land og sjó en nokkurt annað fyrirtæki í heiminum. Þeir hafa þróað hana búnað og byggt hann upp og við þurfum náttúrulega að sýna fram á það að þetta sé ekki að skaða hann, þetta sé ekki að meiða hann, þetta sé ekki að trufla sundhæfnin hans, þetta sé heldur ekki að mynda bakteríur milli beltis annars vegar og húðar. Og allar þessar rannsóknir eru búin að fara í gegnum til margra mánaða og erum við það allt dokumentar að svo sé ekki. Síðan beltið haft á honum í einhvern x tíma, það getur verið, við getum haft það í 1 dag, við getum líka haft það í 1 ár, við munum aldrei fara lengra með það og þegar við losum það við beltið, þá sendum við rafboð inn á ákveðna þræði, stálþræði í beltinu sem sagt byrjar að ryðga og detti í sundur á 3-4 tímum. Beltið opnast, það flýtur upp og við sækjum það. En þá eru líka komnar upplýsingar til ykkar sem eru milljóna virði eða hvað? Já, peningalega séð svari já, en það er kannski meira virði fyrir það að við erum meðvituð hvað er að gerast í kringum okkur. Við vitum til dæmis að loðnan er farin að færa sig norðar, hún er að sækja í kaldari sjó. Við vitum að makrillinn, hann kom fyrir einhverjum árum og hvaðan kom hann, af hverju kom hann, það eru ákveðnar breytingar. Við vitum að sumt er farið að færast kannski nær að Ísland, Grænlands og svo framvegis. Þannig að þetta er allt mikið áhyggjuefni. En fullt af hlutum eru ágískanir og einn vinsælasti maður í heiminum í dag, Trump, segir að það sé engar veðurfarsbreytingar, en þegar við verðum búin að safna öllum þessum upplýsingum, þetta tekur þetta einhver ár og vinna með fagmönnum á þessu sviði, þá er hægt að stilla þessu þannig upp að það verður engin undanskilin að taka þátt í því að skila plánutinni eins og þú fæddist á henni þegar þú ferð af henni. En hvernig tilfinning er að komast í návígi við svona stóra skepnu, þetta 45 tonn? Veistu það, þetta er gjörsamlega ólýsanlegt. Það er ekki hægt að lýsa því, í rauninni hvernig þetta er. Þegar þú sér þetta afl, þennan styrk, og þegar þú ert með skepnuna bara fyrir neðan því og horfir á hann við hliðina á bátnum, bægslið á honum er jafnstórt og fullvaxinn maður, sporblaðkan 3-4 metrar í faðm og hann þarf ekki nema að rétta blakinni, þá skýst þessi 45 tonna skrokkur bara áfram og maður skilur ekki til því hvernig hann fer að því. Þannig séð. Svo er annað líka, hvernig það getur gerst það því að þetta er svo stórt ferlíki og það sem maður líka mest hissa á er hvað hann er lipur. Hvað hann er lipur í að snúa sér, velta sér á bakið og hvað hann er fljótur að breyta um átt og stefnu og koma upp. Það er aldrei gerst að við sjáum að skepnan sé óttaslegin eða hrædd við bátinn eða okkur, en það er það þannig að það þarf að vera ákveðna forsendur fyrir hendi til þess að sé framkvæmilegt. Báturinn þarf að vera þannig að hann kannast við vélarhljóðið, hann er ekki hræddur. Sá sem er skipstjóri á bátnum, hann verður að kunna nálgast hann rólega og af virðingu. Og við erum svo heppin að hafa slíkt fólk hérna hjá Eldingu og þannig eru yfirleitt bara öll þessi hvalaskoðunar fyrirtæki, þau eru mjög færi í því sem þeir eru að gera, maður sér það alls staðar það sem maður kemur hérna, að þau nálgast þetta alltaf með virðingu, ekki með neinu látum. Eins líka að þegar við erum að renna upp á honum, þá þarf það svolítið að hugsa eins og hvalurinn, og þú þarf að ná sama hrað á hann ef þú ætlar að koma þessu fallega armbandi á hann, skilur við. En það er svolítið þraut að ná þessu mómenti, ekki sant? Það er þraut. Það er þraut. Við erum búin að reyna að mennta okkur svona innan gæsalappi eins og hægt er. Við höfum talað við menn sem er í Ástralíu sem eru búin að merkja yfir 600 hnúfubaka sem hafa lagt svolítið línurnar hjá okkur og við höfum svona farið talsveit eftir því en svo náttúrulega hefur voruð að þróa sjálf alla þessa hluti þannig að við erum búin að vera með 6-7 útgáfur af beltinu og merkingarstönginni allt eftir því hvað við teljum að hendi. En þú þarft þetta moment, það er sá sem er með stöngina og smellir á til þess að láta hann hafa hálsfestina sína. Hvalurinn þarf að vera á réttu ferðalagi og skipstjórinn þarf að vera með bátinn þannig að þeir séu bara eins og félagar eftir sjávarhlutunum. Að því leyti er þetta nefnilega allt önnur nálgun heldur en var hér eins og hvalirnir voru merktir. Algjörlega. Já. Þetta er allt önnur nálgun. Þetta er bara eins og að vera með hring fyrir okkur, eða hvað?
Við getum tekið samlíkinguna þannig að einn hringur á einni mannveru sem kannski 80 kíló, hann vegur ekki þungt sko, hann einhver örfá grömm og þú hættir að taka eftir honum sko. Hvalurinn aftur með belti sem 2,5 kíló 45 tonn, það sem hann mun gera, hann mun reyna samt að losa sig við það, alveg eins og köttur að hundur vil losa sig við ól sem hann fær sem hvolpur í fyrsta skipti eða kettlingur. Alveg eins og hestur ósáttur við nakkinn til að byrja með, þá verður hvalurinn ósáttur við belti til að byrja með 1 eða 2 daga. Hann reynir að losa sig við það, eftir það er hann nákvæmlega sama. Af hverju? Þannig að það er svo margt fleira sem það þarf að huga að í umhverfinu heldur en akkurat þetta. Hospices beqatigiffiuvoq Frankrigimi aallartinneqartoq. Piffimmi suliaqarfiini misissueqqissaaneq ingerlanneqartarpoq. Siammisami pineqarpoq sanaatorneq piorsassimassuserlu nunarsuakkaajallallugu qinaasineq sapangavinnik qaqutigoortunik ilusilersuineq kusanartuliornerlu ataatimoortilluit suliaqarneq. Hospices nutaanik pilersitanik paarlaaseqatigiineruvoq inuusuttut nunani tamalaaneersut ilusilersuisartut nunaqavissut kusanartuliortartut eqqumituliortartullu peqatigalugit sanaatornermik pequsiornermik assiingitsunillu ilusilersuisartut Kolumbiamingaanniit Frankrigimiit Brusellimiit Islannimiit Amerikamiit Lionnimiit Grækenlandimiillu hospicimut peqataasut nuumi qaamat nunaqavissut suliqatigalugit suliaqaqqammerput. For the first week, first they meet and they discover the craft workshops. And so during this week they can really understand what is Greenland, what is Nuuk, and what is how those craft techniques are linked to the Greenlandic identity and Greenlandic history as well. And so when they have all this information, they can start working with the craftsmen, and the craftsman and designer collaborate together. They start making experimentation from the tradition, but trying to find new ways to work with the technique, trying to find innovative way to work with the technique and to make a new object out of it. And then, yeah, it's this for a month, and here what we are showing is the final result of these collaborations. Noomiru kittami Gina Simonniru karaallit amminik suleriaasiat atorlugu ilutsinik nutaariorput. Qangarsuaaniilli karaallit masassiummik annoraaliораangamik aattaarsuup inalugai atorlugit masassiusiortarput. Tamannalu suleriuseq ullutsinni atorneqarunnaartoq kittami sulisup Ginnallu misileqarpaat kusanartuliariniarlugu. We wanted to try guts leather because at the National Museum I saw some when I arrived, and before Inuit people were doing their waterproof jacket with the guts, and she was really interested into trying this. So one day she came with a bag full of seal guts, and we just tried together. It was the first time for each of us. Qanorlu suliarisimanerlugu oqaluttuupaatsigut. When they are clean, they are like this. We put out the water. Then they are super stretchy. And to let them dry, you have to blow into it. Like this. And then after, we use it and we turn around the shape, and then it dries during one night, and after it's totally like dried, and it holds very good together, and we can just keep the shape. It's an old technique that Inuit were, like they invented it, and I found like all the objects that I saw from the Inuit were so clever and well invented. Like with all the seal, they could do something, even with the guts. And I'm not used to this cleverness from where I'm from, so I was totally into trying this. And also, when I understood that they never tried this here, I thought it could be very interesting as an experience for both of us. Amerlu qapiarsimavaat meqquiarlugulu akimut ersittilerlugu.
Simonniru ineriartortitsivooq. Nukangwak was teaching me how to make the sole of the traditional kemik. So we had to take quick decisions on how to make the shape, and traditionally they are made like this. It was really hard to sew it, but then Nukangwak came to me with a wet cloth, and then she kind of told me, no, you have to do it when it's wet. So we left it in the freezer for the whole night, and then the next day, today, she was teaching me how to make, with this tool, the wrinkles. And then basically, yeah, it is a kind of a container, but it's also an archive of their techniques. This one coming from this one, and then I'm also exploring this. That it comes from the kemik as well, on how one seam can just build a shape, as the boots that belong to the national custom. Qanga inoriaseq oqaluttuatoqqallu aallavigalugit Gina suliaqarpoq. I'm doing two objects which are going together. This one is a mobile that is working with the sun and which is dedicated to the 6 months of sun that you have here. And this one is dedicated to the 6 months of obscurity, and it's working with like an oil lamp. How dream world seems to be important for Inuit people, and also how the shamans were using this object, really simple, which was a skin with a tiny hole in the middle, and this was an object that the Inuit shamans were using to pass from the real world to the magical world. So it's more or less about this thing and the light and the shadows. And this one will be white, and this one will be, yes, so you can just guess the flame moving on the back, but you are not really seeing it. Ukadiusellu eqaasaattarfiani Alex Clementilu nuumi sukujuit nassaaqisatik katersorluit suliaqarput. Alex umiatsiap puttaqutikuanik naqittissusiorpoq. You place them in different positions. For example, okay, so that's super basic, but when you have lots, you can place them in different positions to create kind of a narrative. So you can make big posters by changing the symbols. Clement takutitassiamik suliaqartoq karaallit nunaat aasaanerani ulloq unnuarlu qaamanera malugisimavaa. At the beginning it was very strange because there is no night, so we had to sleep on the light. It was kind of strange. Sapaamilu nuup katersugaasiviani suliatik nittarsaallugit ammaanersiorput. Karaallit nunaat aalisartoqarfissuumat qassusiorfimmi Liivi Saaralu qassutinik pequsiorsimapput issiaviusinnaasumik ilisiviusinnaasumillu. We've been playing a lot with ropes, with weights as well, because that's what they use in the fishing nets. They use floaters and they use weights. So we've been trying to play with that. Pauline pinnersaasiortup Lisbeth peqatigalugu pinnersaasiorput alutornartunik kusanarluinnartunik. We tried to, how do you say, make it like beautiful and functional. First of all, it was about how to connect 3 different materials from here, 3 different local materials, so which are a stone, reindeer's antlers, and leather and seal skin, actually. Saqqummersitaat takoriartigit.
Kusanartuliat nuukkatersugaasiviani september 13. tattungaanut takuniarneqarsinnaaput. Þetta var það sem okkur langaði að sýna ykkur í dag. Við sjáum svo aftur síðar. Hafið það sem best og verið sæl.